Þetta er verkefni 10, blaðsíðu C13, 10 heimspeki. Við erum búin að breyta ýmsu í skjalinu og nú ætlum við að enda á að breyta 2 orðabilum í 1 orðabil. Og eins og ég hef sagt ykkur þá er þægilegt að hafa entermerkin sýnileg, annars sé ég ekkert hvað er að gerast hérna. En hérna sé ég þessa 2 punkta hérna upp á miðri línu, það eru 2 orðabil. Hér voru skáletruð orð sem er búið að breyta í venjulegt letur, það er búið að breyta undirstrikun í feitletur, heimspeki í heimspeki og svo framvegis. Þannig ég er stödd hér og ég fer á replace og þá er hérna ennþá underline og það sem ég var að velja síðast. Þannig ég þarf að byrja á að eyða því út. Og hér ætla ég að ýta tvisvar á orðabilslá. Af því ég er að leita að 2 orðabilum og ég fer í neðri línuna og ég breyti því í 1 bil. Og ég smelli hér á replace all. Þetta er á 81 stað í skjalinu. Þannig að þið sjáu hvað það er mikil þægindi að láta tölvuna breyta þessu fyrir sig. Komum bara 1 orðabil hér í stað 2, alls staðar í skjalinu. Og ef þið værið að breyta einhverju öðru að þá þurftu að muna eftir að eyða út orðabilinu hér. Því það helst inni. Þannig að ég loka og ég vista skjalið og ef ég ætla að skoða það í prentskoðun, fæl og print, að þá hérna lítur það svona út. Það er hérna blaðsíðunúmerið neðst og engar síður og þetta er komið á 2 síður, 3 fyrirgefið.